Því að maður svona hafði á tilfinningunni stundum að þið varu ekkert að gera svona mikið meira heldur en þurfti? Nei, alls, ég held að það hafi bara rétt fyrir þar. Við áttum ekki góðan leik í dag og vorum að rúlla vel á liðinu og gefa leikmönnum séns sem kannski spila vanlega lítið sem ekki neitt. En það er aðeins svo mikið værikæri yfir okkur í dag og sem að við ætluðum samt alls ekki að vera með sko og ætluðum náttúrulega að koma inn í þetta á fullu en leiðum kannski Hafdísi aðeins að taka úr sömum, að hún dró aðeins og tennurnar úr sömum. En já, samt sem áður, við fáum 22 mörk á okkur, það er alltaf lagi varnarlega en sóknarlega vorum við bara mjög slakar og náum ekki upp þessu tempóleik sem við vildum. Það er hlaupa vel tilbaka en þetta var bara ekki nógu gott í dag. Nei, þetta var svona fjarrið því að vera eins og fyrir viku síðan. Algjörlega og ég veit ekki hvernig ég á að orða það en við bara náum ekki upp þessari grimmd sem er vanlega í okkur og það var einhvern veginn, við fögnum en það er eins og sé ekki þetta sem er svona okkar einkennismerki að vera bara alltaf all in í öllu sem við gerum og það var bara ekki til staðar í dag. Nei. En nú svona fara leikmenn að hugsa aðeins að öðru? Já, klárlega. Við erum með 7 leikmenn eitthvað sem er í landsliðum og kannski var líka hugurinn hjá ykkur farin aðeins þangað en það er rétt að vona ekki sko. En þetta er í fyrsta sinn sem þú spilar keppnisleik á Íslandi, eða ekki, síðan þú fórst frá Val fyrir 5 ár síðan? Jú, þetta er 7. ár með Þýskalandi. Félagsliða? Já, ég hef ekki, þetta er fyrst skipt sem ég hef komið heim sko fyrir utan bara einhvern æfingarleik sko. Þannig að svona, þó þú sért kannski ekki með rætur í Vala, þá varstu hérna í nokkur ár og það er svona áhugavert að koma aftur tilbaka. Já, klárlega. Ég held að maður sé alltaf, ef maður hefur verið einu sinni í Val, þá er maður einhvern veginn alltaf valsari, held ég. Það er gott að koma heim, það er rétt að segja þannig.